erum við komin á fyrsta áfangastað. Hér er útsýnið okkar og við erum að gista þarna. Þetta er svona herragarður. Það hljómar bara eins og þetta sé bara fyrir kalla. Sjúklega næs. Svolítið tómlegt, þetta er svolítið creepy. Það er ekkert fólk hérna. Jú, við erum búin að sjá 3 sem við komum hingað. Þarna situr ykkur sko, þetta lítur bara út fyrir að vera ykkur starfsmenn. Við erum í leiðangri. Við ætlum bara að fara í roadtrip og stoppa á nokkrum stöðum inn í Svíþjóð og hafa bara svolítið gaman. Það verður örugglega mjög skrítið svona að því að COVID er í gangi, þannig að það verður örugglega mjög stóra ferli eins og á leiðinni núna. Hæ Torfi! Og sunset með Torfa. Það er svo flatt sko. Góðan daginn. Við tókum kaffivélina með okkur á hótelið. Það er svo gott viður úti sko. Vá. Ætla ég að drekka kaffibolla minn. Skál. Við vorum í Willys, keyptum smá bakkelsi, jógúrt og banana, Tómas með banana, ég veit ekki alveg hvað hann er að gera. Ég er svöng, þannig að borðum á morgunmat, bon appétit. Við erum að reyna að finna sumarhúsið hans Marks. Vinir Tómasar er með sumarhúsið hérna í Halmstað og við erum að fá að gista í því í nótt. Spennandi! Oh my god! Þetta er svo sætt! Nei, þetta er sturlað. Vei! Nú erum við að fara á ströndina. Eftir klukkutíma labb erum við komin hingað. Tilusand, Tilusand, Tiluhús, Tiluhótel, eitthvað. Ó, þetta er næs. Lunch with a view. Minn mammi, hvað það getur lett. Hann er huge, þessi borgari. Það meira að snakka á honum. Svo hér hefur við fisk. Dýrindis fisklyktin, ég vildi óska þess að geta fundið lyktina. Mér finnst það ekki góð lykt. Finnst þér hún vond? Hún finnst bara eitthvað fisklykt. Já, þú náttúrulega finnur ekki fisk. Ok, nú borðum við. Góðan daginn. Í dag er miðvikudagur og við erum að fara niður í miðbæ Halmstad, miðsvæðis Halmstad. Og við erum í svo sætu hverfi og það er skýjað í dag, það er alveg frekar næs. Við erum að skoða með húsið hennar Elísabetar. Heyrðu, já, Elísabet bjó einu sinni hér, systir Tómasar. Jæja, fundum staðinn, segir Tómas, ég náttúrulega veit ekki neitt. Þetta var besta pizza sem við hefum fengið í Svíþjóð. Algjörlega. Tómas er búinn að reyta staðinn, sko. Ég fór með. Og maður þarf að vera duglegur að gera það. Reyta staðinn. Við gerum það aldrei, Tómas. Við þurfum að byrja að gera það. Jæja, við erum komin í sveitina. Þetta er bara plastbráð þessu vatn. Það er hótelstað. Új, Tómas. Það besta við þessu peysu er það sem stendur á aftan. Tómas, þú verður að sýna þeim. Stendur á aftan. Það láta mig lesa, ég er lesmyndur. Dress like Rachel, love like Ross, cook like Monica, laugh like Chandler, flirt like Joey, nei, and live like Phoebe. Og segðu, hér erum við veit ekki alveg, póníhesta eitthvað? Kann ég líka. Þetta er póníhestur. Ég ætla hestbak, þá ætla ég á svona hest. Tómas á aldrei að fara hestbak. Við erum að fara í sveitaísbúð. Nei, það er lokað. Lokaði leið.
Heyrðu. Við sáum allt í konum ís. Við erum að finna út úr þessu hérna. Heyrðu, hérna er opið, Tómas. Það er leka hjá þér. Ég veit það. Það er alltaf að leka. Passa hann á peysuna hérna, Arna Petra. Ég reyna að passa mig. Hann er mjög... Ok, ef þið farið til Hálmstað, þá verður það að ferja til Tjardos, í Gelato, Italiana, Scrima. Flott hús. Hvað er þetta myndið með? Við erum að fara út að hlaupa á ströndinni. Ekki skoða þetta, ég er að fara að elda fyrir því í kvöld. Hæ, við erum komið tilbaka og ég er að fara að byrja að elda og ég ætla að segja hvað ég ætla að gera. Grautur, bolognese grautur. Ég veit ekki hvernig þetta smakkaðist, ég hef aldrei gert þetta áður. En já, nú er pannan orðin heit, ég er með bacon, svo er ég með kjúklingaskinku. Þetta verður bara ekki bland í poka, svo er ég með mozzarella, ég er með tómata. Þessi tómatar eru bestir. Svo er ég með hvítlauksbrauð, salt og mozzarella. Ég fann ekki skurðabretti, það var ekki hana. Ég er búin að kíkja í alla skápa. Þetta er alltaf bara besta við þetta. Ok, ég hellti þessu bara úti hérna. Svo er ég með vatn hér, maður á ekki að gera þetta. Ég veit ekki alveg ekki úr. Ég þarf að setja bara út á. Þetta er ekkert slæmt að gera þetta. Þetta er þetta vatn. Þetta fer bara hérna í vaskinn. Þetta bara hinga aftur. Hrærum svo í þessu. Og ég ætla að sjóða meira pasta. Erum við þá bara til Gautaborgar á mánudaginn? Þetta er forrétt. Ég skal gefa þér forrétt, Tómas. Hvað heitir þetta þessi staði sem þú vil vera á? Óhus. Og hvað er þetta? Það besta við svona grauta er að maður hendur þessu bara á pönnu. Það er búið að krydda og svo getur maður auðvitað að krydda meira og svona með salti og svoleiðis. En þetta er bara svo einfalt, það tekur bara 10 kannski korter. En við ætlum að gera aðeins matinn meira og setja spagetti líka. Þetta er furðulegasta blanda sem ég veit, en ég held að þetta verði nú bara, ég ætla að hægt að borða þetta allavega. Smá salt. Svo núna er vatnið byrjað að búbla. Ásetið salt. Í kúkingflataofni. Og olíu. Jóka, þetta er þið. Ég var bara ekki að tala. Ég veit aldrei hvað maður að taka mikið pasta þess. Summer deal, 18,902. Opnar það. Pottið. Það er ekki alveg gaman að vera með í þessu vissinni. Jú, mér finnst það mjög gaman. Til ég að fara til Gautaborgar. Ég er alltaf búin að segja við þig að mér langar fara til Gautaborg. Já, það er nákvæmlega þess vegna sem ég er að þessu. Skál. Skál. Já, sæll. Það er alltaf túlju bara eitthvað. Þetta er eiginlega frekar fallegt. Stanna með þig. Já, mjög. Nú er bara spurning hvernig þetta smakast. Hvernig smakast? Þetta er bara fáránlega gott hjá þér. Takk fyrir það. Tók ekki nema 15 mínútur að búa þetta til. Þessi var góður hjá þér. Núna erum við að fara að flytja. Við erum að fara úr þessu húsi, kveðja þennan stað og skella okkur til Kalmar. Af því við ætlum að losa okkur við Kalmar, þessi staður sem Tómas er að fara að búa á í allt sumar. Og erum að fara að losa okkur við dótið sem er bíllinn þegar bíllinn er stúðfullur. Þannig að ég er mjög spennt að þetta er Kalmar. Sjá hver drengurinn er að fara að búa. Kalmar! Þeir eru ekki búin að fá sér morgunmat, þannig að við skulum ekki tala um það strax. Woohoo! Þú ert að fara að búa hér? Jæja, nú erum við komin í Airbnb íbúðan okkar. Mjög næs. Mjög vel nýtt rými. Og alveg miðsvæðis. Við vorum sem sagt
kíkja heimsókn í skólan hans Tómasar sem hann er að fara að vera inn í sumar. Og fullt af frábæru fólki sem tók mjög vel á móti Tómasi og okkur. Gekkið gaman. Sjáu þið hvað er fínt hérna í Kalmar. Já, flott þessi áfanga. Það er svona Ítalíu fílingur hérna. Morgon. Morgon. Það er ekki morgon, sér maður það ekki? Morgon. Morgon. Það er rétt þegar. Ég skil ekki af hverju allt þarf að gerast fyrir mig. Alltaf eitthvað klaufalegt. Ég get svo svarið það, ég var bara að loka hurðinni og þetta datt af. Og allt út á okkar er þarna inni. Ég get ekki opnað núna. Ég veit ekki hvað Airbnb-gæinn áttur að segja. Þú veist, hvernig getur hurðarofnin bara dottið af? Við erum að bíða eftir kalli sem er frá að koma og laga hurðarofnin. Tómas er ekki glaður. Það er bara, ég skil ekki alveg hvernig þú fórst aðeins út af því að það var alveg hægt að opna og loka. Þú hefur örugglega verið að tjekka hvort það verið læst eða eitthvað og svona. En þá var hurðarofnin sem það geta detta af. Nei, hann er brotinn. Ég veit. Ég er sterk. Jæja, það fór allt vel með íbúðina. Komumst inn og komumst út. En nú ætlum við bara að segja bless í bili. Við erum á leiðinni núna til Kívík að hitta Elísabet og Gunna. Sjáumst þar. Takk æðislega fyrir að horfa. Ég vona að þér hafi þótt þetta skemmtilegt myndband. Ekki gleyma að læka og deila og fylgja mér á YouTube. Og endilega skellið í bjölluna ef þið sjáu hana. Þá færðu tilkynningu næst þegar ég posta, sem er næsta sunnudag.